Já, komið í sæl og verið hjartanlega velkomin í Lífæði landsins, hlaðvarp Samorku. Í dag ætlum við að tala vindorku. Hingað til hafa vatnsafl og jarðvarmi verið megin uppspretta okkar Íslendinga hvað varðar raforku framleiðslu, en framundan breyting á því fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver Landsvirkjunar, komið á framkvæmdar og rekstrarstig. Og gestur minn í dag yfirverkefnisstjóri Vaðölduvers, það hann Sigurgeir Björn Geirsson. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Segð mér aðeins fyrst bara frá þér, þetta nú nýtt verkefni og hefur einhverja reynslu að byggja vindorkuver? Fyrsta vindorkuver mitt, en ég hef töluverða reynslu úr orkugeiranum. Strax eftir að ég útskrifaðist sem verkfræðingur og byrjaði að vinna í orkuveitunni og mjög fljótlega byrjaði ég að vinna í verkefnisstjórn Hellisheiðarvirkjunar og tók þátt í því verkefni alveg þangað til það kláraðist 2011. Þá fór ég til Landsvirkjunar og tók þátt í uppbyggingunni í jarðvarmanum fyrir norðan á Þeistareykjum. Þegar það kláraðist þá fór ég aðeins að vinna einmitt fyrir Reykjavík og Thermal út í Eþíópíu í jarðvarmaverkefnum. Kom svo aftur heim til Landsvirkjunar 2022 og fór að vinna í svona almennum verkefnum, meðal annars að fara undirbúa aðeins í Hvammi og svo fyrir norðan, og svo allt í einu kom Vaðölduver og það þurfti að bregðast við því að verkefni væri að fara úr þróun yfir í framkvæmd og hér ég. Það var búið að vera lengi á teikniborðinu. Hvað, svona, cirka hversu lengi? Já, sko, undirbúningur fyrir vindorku á Íslandi Landsvirkjunar er búin að vera hugsamynda í rúm 20 ár. Við náttúrulega reistum vindmjölurnar á hafinu. Hvernig var það náttúr? Það var 2013 og búin að vera að reka þær síðan þá, sko. Það hefur sýnt sig að þetta svæði mjög gjöfult og í kjölfarið var farið að huga að fyrsta stóra vindorkuverinu og þá hófst þessi undirbúningur á það sem að kallaðist á þróunar undirbúningstímanum Búrfellslundur. Það verkefni fór svo í gegnum mat- og umhverfisáhrif á rammann í kringum 2016 og var svo endurhannað, það var þá aðeins stærra, svo var það endurhannað og 2020 til þess að bregðast við þeim ábendingum, athugasemdum og umfjöllunum sem komu á mat- og umhverfisáhrif og það var endurhannað eins og segi 2020 og í raun og enda í þeirri mynd sem það í dag. Þarna, og þar að leiðandi kannski líka þessi nafnabreyting Vaðölduver tengja svona við kennileiti innan framkvæmdasvæðisins og þannig að þetta búin að vera töluverð löng vegferð að þessu finnst fyrsta vindorkuveri Landsvirkjunar en við viljum bara undirbúa vel og vera tilbúin. Einmitt, en nú hefur vindorka náttúrulega verið til í öðru löndum í áratugi og bara við mjög þekkt aðferð til þess að framleiða rafmagn, en af hverju höfum við ekki hingað til nýtt okkur þess aðferð? Þetta held ég snúst nú alveg bara kostnað. Við bara búum það vel að eiga mjög góða vatnsafls- og jarðvarmakosti og höfum geta byggt okkar orkukerfi upp á þeim. Vindorka og náttúrulega sólarorka líka. Þannig séð hingað til verið bara, það verið dýrari kostir í samanburðinum, en núna þetta bara orðið samkeppnishæft og það er allavega skoðan Landsvirkjunar að vindorkan kjörin þriðja stóði í raforkukerfinu. Þessir sjálfbæru raforkukostir, þeir virka bara mjög vel saman og við viljum endilega sýna það, sérstaklega þarna upp í Vaðöld, þetta í miðju Þjórsár og Túnarsvæði Landsvirkjunar, þar sem við rekum nokkrar vatnsaflsstöðvar í dag og þetta bara passar mjög vel inn í raforkukerfið þar. Skiptir það máli að hafa þetta, nálagt öðrum kostum? Já, það var lítið og það skiptir miklu máli bæði náttúrulega upp á það að við erum á svæði sem er mikið raska. Við rekum vatnsaflsstöðvarnar í dag og svo líka upp á reglun milli vatnsaflsins og vindorkunar. Það var mjög gott að hafa vindorkuverið þarna í hjartanu. Já. Er meiri vindur þarna heldur en annars staðar? Hvernig er... Já, það hefur sýnt sig að vindurinn upp á svæði
fyrir ofan Búrfell er mjög vindgæft svæði. Vindgæft. Já, ef þú komið okkar í logni þá það óbygglega bara frásögu fært sko. En þarna það sem við höfum heyrt að svona meðal vindmylla á landi út í Evrópu, þau geta verið heppin ef þetta milli 20 og 30, nær 30% nýting yfir árið miðað við reksturinn sem við höfum á hafinu og það vindrannsóknir sem hafa verið gerðar, þá erum við að tala að við getum náð nýting á svæðinu alltaf 42% yfir árið sem það telst bara mjög gott og jafnast á við bara vindmyllur á hafi. Þannig að þetta er mjög heppilegt hvað það varðar. Það er mjög vindgefnin á svæðinu. Já, og til þess að svona skýra hafið eru þessar tilrauna... Já, hafið eru þessar 2 tilrauna vindmyllur sem eru þarna rétt í Bjarnarlóni. Við erum aðeins austan við þær, sunnan við Söldatangalón. Þetta eru 2 vindmyllur, einmitt frá Enikon sem saman með vindmyllu framleiðandi og við erum að kaupa yfir dag. Uppsett afl á þeim samtals eru 1,8 megawatt og það eru að framleiða svona 5 gigawattstundir á ári. Hæðin á þessu vindmyllum eru 77 metra þegar að blaðið í efstu stöðu og þetta eru nú í dag eru þetta sömu vindmyllur og eru reistara í Þykkvabæ. Það eru samskonar vindmyllur, nýju vindmyllur í Þykkvabæ eru samskonar og það sem eru á hafinu. Já, einmitt. En ef við snúum okkur nú bara að þessu verkefni, þetta er ný þekking á Íslandi, það má segja það. Já. Er verið að byrja svolítið á núllpunkti bara eða hvernig svona undirbýr maður svona eitthvað sem glænýtt? Maður hringir í vinn. Eins og segir, hvaða vinn? Já, nákvæmlega. Þetta er ný þekking á Íslandi en í öllum undirbúningnum þá náttúrulega bara búum við að því að allt í kringum okkur, sérstaklega á Norðurlöndunum, Írlandi, Englandi, Þýskalandi, bara það liggur mikil þekking í framleiðslu og rekstri, framleiðslu, uppsetningu og rekstri á vindmyllum og þannig að við leituðum til ráðgjafar erlendis í undirbúningnum og við erum að vinna í dag með svona samansafna ráðgjöfum frá svo Afri sem eru aðstoða okkur svona tæknilega sem útfærslunar á vindmyllunum. Við vorum með breskar minna að vera breskur landslagsarkitekt sem var að hjálpa okkur upp að við með bara útfærsluna gagnvart landslæg. Þannig að svo höfum við talað við systur fyrirtæki á Norðurlöndunum og heimsóttu þannig að í staðin fyrir að finna bara upp hjólið hérna heima og þá höfum við sótt þekkingu út og byggt á henni en erum líka að færa þá þekkinguna reyna að færa þekkinguna til Íslands og svo bara áhvert að sjá hvað við viljum gera eins og núna við erum með verkís í hönnun á undirstöðum og rafbúnaði verkís samdu við Rambúl og sækja þá þekkingu sértæka þekkingu varðandi undirstöður þangað Kóvía með framkvæmdaeftirlit okkar þeir sækja þekkingu á að reisa vindmyllur til Kóví út í Danmörku þannig að við erum að tala við vini. Já, það var bara gott mál. En það stendur náttúrulega mikið til á svæðinu þá. Þetta er farið af stað. Þetta er farið af stað. Við í janúar í fyrra var bara tilkynnt til Landsvirkjunar að hún ætlaði að hefja útboð og undirbúning. Við hófum útboðsferlið á vindmyllunum í febrúar í fyrra og síðasta sumar voru við í svona meiri jarðtækni rannsóknum á svæðinu og vorum ekki bara að klára rannsóknir á svæðinu til að undirbúa framkvæmdir. Virkjunarleyfi kom í hús í ágúst í fyrra og strax í kjölfarið þá kjölfarútboð sömdu við borgarverk um vegagerðina svæði, þannig að við hófum vegagerð síðasta haust. Vegagerðin búin að standa yfir og verður í gangi núna í sumar og fram á haustið. Og í nóvember sömdu við Enikon vélaframleiðandann núna í vor sömdu við Ístak svo að reisa undirstöðurnar og safnstöðuna og þannig að við í sumar erum við á fullu í framkvæmdum og
sem snúa að uppbyggingu svæðisins og þessum mannvirkjagerð. Samhliða því þá framleiðsla úti í gangi, það verið að framleiða vindmyllurnar okkar og spennin og annan rafbúnað og við gerum þá ráð fyrir að á næsta ári getum við farið að reisa fyrstu vindmyllur. Þannig að á næsta ári verðum við í því að klára raun og veru mannvirkjagerðina og svo að reisa vindmyllur og svo klárum við að reisa vindmyllurnar 27 og þá markmið í dag er að Vaðaldur verði við byrjum rekstur á næsta ári og það verði komin í fulla rekstur í lok árs 2027. Já, einmitt. En það er ekki bara margt nýtt við það að svona byrja að nýta nýjan orkukost á Íslandi, heldur líka bara að koma vindmyllum inn á svæði. Maður er svolítið séð í fjölmiðlum að það þarf að styrkja ýmsa vegi og brýr eða til að koma aðfengum á svæðið. Já, þetta er hluti af nýjum áskorunum fyrir okkur einmitt þessi gífurlegu yfirstærðarflutningar. Við þekkjum mjög vel að flytja yfir eins og vélarnar fyrir Vatnsaflið og jarðvarmann, en þetta er alltaf í raun og veru stakir flutningar og eru kannski fyrir bara eins og Þeistareykjum, ég held þetta fyrir utan það að flytja borin og eitthvað svona, þá voru þetta einhverjir 8 eða 10 einstakir þungarflutningar sem við þurfti sérstakt leyfi fyrir og sérstaka fylgd. Fyrir vindmyllurnar er þetta aðeins meira, þetta eru sennilega á bilinu 300-400 stakir flutningar, en við samunum þá saman í svona vagnlestir og við höfum verið að skoða það með vegagerðinni síðan síðasta haust, hvernig best að standa að því. Við héldum svo höfum verið að kynna þetta líka fyrir sveitafélögum og þeim aðilum sem að flutningarnir hafa áhrif á og eru líka núna fyrir flutningsleið sem við erum að vinna með frá Þorlákshöfn suður fyrir Selfoss upp á þjóðveg að landvega gatnamótunum og upp landveginn sem að við ætlum okkur að flytja allar þessar vindmyllur og spennin og aðra svona stærri flutninga. Þetta kallar á úttekt og mat á allri vegleiðinni sem við bara höfum unni með vegagerðinni. Hluti af því að er uppbygging efsta hluta landvegar. Þeir sem hafa keyrt síðustu 14 kilometran á landvegi vita að það er margt skemmtilegra. Þannig að nú erum við búin að semja við borgarverk að bæta úr því. Opnum þar einnig inn á betra aðgengi inn á svæðið og upp á Sprengisandsleið. Gerum ráð fyrir þessum framkvæmdum verði lokið áður við byrjum að flytja vindmyllurnar. En svo erum við að skoða líka með vegagerðinni hvað þarf að gera, ráða að brýtna við þetta allt og það virðist nú vera að þetta sé nú fyrir vindmyllurnar gangið nú mestu liti bara ágætlega fyrir sig, en við þurfum auðvitað bara að undirbúa ýmislegt, útbúa beygjur og hringtorg og geta tekið alvöru beygjur með farm sem er 70 metrar langur. En svo þurfum við líka að skoða það að hvernig við flytjum spennin, en þetta verður þyngsti spennin sem að Landsvirkjun hefur keypt og við þurfum að flytja hann líka, þetta er ekki nema 190 tonn sem að við keyrum eftir þjóðvegunum. Það er sem betur fyrir breytflutningur. En það vill nú til að þú ert með, við getum séð hvernig svæði kemur til með að líta út. Ef að kíkja það er það ekki aðeins að skoða. Þú tala mig í gegn með þetta? Já, þarna erum við að horfa á loftmyndasvæðinu og þarna sjáum við Sultartangastöð og við erum þarna austan við Þjórssona og þið sjáum þarna upp í vinstra horninu Sultartangastíflu og Sultartangaskurð hérna nær okkur. Þarna horfum við yfir Vaðölduver og það er þarna litla hæðin þarna vinstra með þess áðan, það er Vaðaldan sem við tengjum okkur við. Þarna sjáum við, þetta eru líkona vindmyllum eins og þau koma. Ein svona vindmylla er 150 metrar þegar spaðin er í efstu stöðu. Turnin, hann er einhverjir 80 metrar. Þannig að þegar að blaðið er í neðstu stöðu, þá er ekki nema 12 metrar upp í það. Þannig að það er raun og veru eins lágar þannig séð og eins og hægt er, en engu að síður er þetta töluvert stór mannvirki. Vaðöldu svæði eru rúmir millir svona 17-18 ferkilometrar. Á þessu svæði erum við að gera upp á rúmlega 20 kilometrum af vegum til þess að komast inn á
inn á öll þessi vindmyllu stæði og svo eru að fara að reisa þessar 28 vindmyllur. Þarna eru að horfa á safnstöðuna þar sem mitt spennirinn verður og svo bakvið hana, við sjáum það hérna á okkur á hægri hönd, hérna verður líka tengivirki Landsneti, sjá það hana bakvið það þessi tverjufytt, þar spennum við upp og Landsnet tengir svo við línurnar sem fara í gegnum svæðið. Já, ég held að þetta sé svona góð yfir hraðsóðinni yfir hvað við erum að gera þarna, en ein svona vindmylla kemur í einhverjum 12-14 hlutum sem eru yfirstærð sem við þurfum að flytja, þannig að svo þarf að markvalda það með 28 og svo kom einhverjir aðrir flutninga með en við gerum ráð fyrir því og það er alltaf nýtt fyrir okkur að leið og fyrsta vindmyllan er komin í gang byrju næsta sumar, þá fer hún inn á net, þannig að þetta er ekki bara ein eða tvær stóra vélar sem farin á Landsnetið, þetta er ein vindmylla í einu eða 2-3 í einu, þannig að við hver af annari kemur hver af annari inn. Já, einmitt. En hvernig verður hægt að ferðast þetta svæði, svona hérna bara ef ég fer í bíltúr á þetta svæði Á framkvæmdatímanum verður lokuðsæðin á öryggisástæðum. Við viljum bara gæta fyllst öryggis og það fer enginn inn á framkvæmdasvæðin nema í fylgd með Landsvirkjun. Hins vegar teljum við að það sé áhugi fyrir því að fylgjast með þessum framkvæmdum að hífa svona hífingar, það voru að hífa 100 tonn upp í 80 metra hæð, það geti alveg verið gaman fyrir ykkur að vilja koma að sjá. Þannig að við erum að vinna í því að setja upp útsýnisvæði sunnan við Sprengisandsleið upp á og þar sem er hægt að horfa yfir svæðið. Hins vegar þegar framkvæmdin lýkur þá ætlum við í samráði við sveitarfélagið að opna upp á og útbúa útsýnisvæðið upp á Vaðöldunni sjálfri, því þar hefur í raun og veru mjög flott útsýni yfir bæði Vaðölduver, Sultartanga og Sultartangalón og aðrar og svæðið í heild, þannig að það er svona hugmyndin að opna þannig inn á svæðið að þeir eru komin í rekstur. Já, einmitt. Og það ætti þá bara að vera alveg hættulaust fyrir fólk að ferðast þarna. Já, einmitt. En svona hvernig bara, þetta er stórt og mikið, en hérna virðist alveg passa ágætlega inn með þetta myndband allavega, en hvernig hefur svona gengið að kynna þetta fyrir nærsamfélaginu? Það hefur bara gengið vel, þetta hefur farið, eins og ég sagði, þetta fór í gegnum mat á umhverfisárinu 2016. Þá var mun stærri framkvæmd, mun stærra vindorkuver sem var kynnt þá, sem var báðum megin við þjóðveginn. Í kjölfarið af þeim athugasemdum bara því ferli var tekið tillitið til þeirra athugasemda sem bárust og við endur skilgreindum og við færðum okkur og við erum alveg norðan við Þjórsárdalsveg og Sprengisandsleið, þannig að þessar vindmyllur eru ekki sunnan við þann veg. Þannig að við svona vorum svona að taka tillit með því og færðum vindorkuverið á þann stað sem það er í dag. Almennt er bara auðvitað eru skipta skoðunum þetta eins og allt annað, en við finnum alveg að það er áhugi fyrir þessum og það þó að Íslendingar sé kannski ekki alveg búin að taka afstöðu til vindorkuvera sem slíkra og þetta er náttúrulega mikið í umræðinu, en það virðist vera mikill áhugi fyrir því allan að fá að sjá hvernig þetta kemur út og reka það og það er þá sem enn sammálum að við erum þá þannig staðsettir að við þó þetta sé stórt og mikið þá fellur það inn í landið þarna. Við erum í góðum samskiptum við nágranna sveitarfélög og erum núna með líka undirbúas og höfum verið að tala við sveitarfélögin sem eru á flutningsleiðinni. Þannig að þetta er alveg nýtt fyrir okkur að hvað við erum mikið að trufla fyrir utan framkvæmdasvæð, þannig að við viljum bara nálgast það eins og allt annað með opnu samtali og finna leiðir til þess að þetta komi vel út fyrir alla. En við vitum alveg að þetta verður eitthvað truflun á flutningstímanum. En upplifir Landsvirkjun þá svona einhverja pressu varandi, þetta er svona fyrsta verkefnið, það er eins gott að þetta gangi vel og svona upp á framhaldið? Já, það er bara gaman. Við viljum bara gera vel, við viljum bara setja gott fordæmi og einmitt og í öllum þessum, það er margt nýtt í þessu sem
bara í leifis og skipulagsferðunum með stýra vindmyllum og við viljum bara kosturinn að við getum lært af því og séð hvað frændur okkar í Danmörku og Noregi, Svíþjóð, Finnlandi hafa verið að gera og við getum þá svona reynt að gera það sem best á hverjum stað og vonandi kemur þá góð niðurstaða hjá okkur. Og Landsvirkjun væntanlega með fleiri svona vindorkuveri í undirbúningi, svona allavega að vera tilbúin að fara að stað með fleiri ef að... Já sko, í dag eru 2 vindorkuverkefni búin að fara í gegnum ramman. Það er Valduver og Búrfellslundur. Þannig að það eru, svo er ýmist þannig skoðun. En og fleiri aðalum en Landsvirkjun náttúrulega. Og fleiri aðalum en Landsvirkjun og þetta er náttúrulega bara mikil umræði mitt í dag en tilfinningin er að við viljum sjá hvernig þetta kemur út til þess að geta svona fengið þetta tilfinninguna og vonandi verður þetta þá bara gott showcase hvernig ég að gera þetta og hvernig viljum við taka þetta áfram. En svo rétt að lokum, þetta eru 28 vindmyllur, hvað kom það til með að framleiða, hvað hafa mikið eftir út af þessu? Já, ég er náttúrulega búin að segja það. Þetta eru svona 28 vindmyllur, þær heildar orku geta vindorkuversins eru 120 megawatt. Svo segði 42% nýtni, þannig að þetta eru vel yfir minnum við 480 ef ég á að reyna að fletta því upp gigawatt-stundir. Þær að framleiða, þetta er allt sömu vindmyllurnar, en þær framleiða annað 4,26 megawatt eða 4,5 megawatt. En þetta er sama típa og eins og sagðan, við sömdum við einhvern. Þeir hafa verið að reka vindmyllu á Íslandi og við hlökkum til alltaf og bara mjög gaman að vinna áfram með þeim og annað sem er dálítið nýtt í þessu er að við svona rekstra samningur sem fylgir þessu, þeir koma til með að reka vindorku verið með okkur, þeir reka vindmyllunar þannig að það er líka dálítið nýtt fyrir okkur, það er svona praktisinn í þessum heimi og einmitt bara flott að geta lært tekið það sem að menn hafa verið að gera annar staðar og færa það yfir til okkar og svo þurfum við bara að velta fyrir okkur hvað viljum við gera með það, viljum við vera best í heimi þessu eins og jarðvarmanum og vatnsaflinu. En hvað koma margir til með að vinna við þetta verkefni? Við sjáum fyrir okkur að við toppum í svona rúmlega 150 manns, jafnvel svona 150-180 manns. Þetta er þannig svona í samanburði við aðrar framkvæmdir Landsvirkjunar eða nýframkvæmdir Landsvirkjunar er þetta svona meðalstórt verkefni. Í dag hafa verið svona, við hefum verið kannski svona alltaf 60 á svæðinu, það verður nú eitthvað meira í sumar, svo bætist landvörun við en við klárlega erum svona 150 pluss sem verða þeirra best lætur. Við höfum nýtt sem við erum að prófa að fara er að við erum með þessa hefðbundna vinnubúða stemningu með okkar vinnubúðir og verktakinn einhver litið með sínar en við erum líka að prófa það núna að sjá hvernig hvort við getum nýtt gistingu í nærsamfélagi. Það er að segja ef að það er hótelgisting laus í nærsamfélagi, sérstaklega næsta ári að hvort að við getum nýtt það. Við vitum reyndar að þetta er nú mjög vinsælt svæði en svona ferðamannlega séð en markaðurinn virtist sínu sá og þetta er bara tækifæri til þess að sjá enn betur hvað getum við skilið eftir í nærsamfélaginu á framkvæmdatíma og að framkvæmdum lokinni. Já, einmitt. En hvað þegar verkefninu er lokið? Eru þið með hefðbundin svona stöðvastjóra eins og þekkist í öðrum virkjunum? Eða er þetta bara rekur þetta sér sjálf? Nei, þetta rekur sér alveg sjálf. Það er einmitt þetta nýja sem að verður hjá okkur núna er að við erum kannski til að byrja með, við erum samlega þessu að reisa þjónusthús á Hellu. Við ætlum að þjónusta vindorku verið frá Hellu. Þannig að Landsvirkjun er að mun reisa nýja skrifstofur þar. Þar verða þá fulltrúar Enokon sem að sjá daglega rekstur á vindmyllum og rekstrafólk frá okkur sem sér reksturinn á vindorkuverinu. Við erum svona átt okkur á því hvað þetta eru margir en þetta er kannski ekki alveg margir í vatnsaflinu og jarðvarmanum en það verður eitthvað mannskapur sem sér daglega rekstur á þessu. Einmitt. Takk fyrir að koma og fræða okkur aðeins betur þetta umfangsmikla og spennandi verkefni, Sigurgeir. Takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér.